Jónas Björgvin Sigurbjörnsson. Jónas, nú líður á lokun á Íslandsmótinu. Næst í heimaleikurinn á morgun, Selfyssingar komið heimsókn. Þetta lið sem í bullandi fallbaráttu og að berjast til lífi sínu. Þetta verður eitthvað. Já, og það eiginlega pínu undraverð staða sem þeir eru búin að koma sér í með hvað þeir eru með góðan mannskap og pappír allavega en síðast í yfir sig þá skiptir það ekki miklu máli þegar við þurfum að spila leikinn, en þeir eru drullu góður, já. Þetta lið sem að til dæmis á móti Ólafsvíkingum, þeir vinna annar leikinn og gera jafntefli, þannig að það er eitthvað spunni í þá. Já, hellingur, ég menna þeir eru með Stefán Loga í markinu og svo er þeir með Hrafið Tókets frammi og hann Ondo og ég menna fullt af öðrum flottum leikmennum og við höfum alltaf átt erfitt með það og ég held að það verði engin breyting á því á morgun úr því sem komið er, sko. Breytingi verður náttúrulega að vera svo að þeir sóttu 3 stig hérna á Þórsvelli í fyrrasumar 1-4 og það er eitthvað sem við viljum ekki láta endurtaka sig. Já, sá leikur var náttúrulega afhróð, sko. Það var alveg ofboðslega leiðilegt að spila þann leik og það voru mörg mistök gerð í þeim leik sem urðu til þess að við töpum 1-4. En aftur á móti þó svo að staðan sem að við sem í deildinni sé svo að við erum ekki að fara upp niður að þá förum við alla leiki til þess að vinna á. Þannig nú bara fótbolti og annars var ekkert gaman af þessu ef þetta væri bara sigur og gaman, sko. Þannig að við ætlum okkur sigur á morgun. Þótt svo að menn segja að leikurinn skipti engu máli, þá er það auðvitað náttúrulega bara helbert kjaftaði. Þetta skiptir alltaf máli því að eins og þú segir, menn vilja fara í leiki og vinna og það er það sem skiptir máli, hver svo sem staðan er. Já, það sem að gera sigurina skemmtilegri eru töpinn fram að því, sko. Þannig að það verður aldrei neitt sigur nema þú hafi tapað, sko. Þannig að við förum í leikinn á morgun til þess að vinna og ég held að stefnan sé bara sett á það að gera betur en á síðasta tímabili þó svo við höfum verið í grátlega miklum séns í allt sumar og það hafi runnið úr höndunum á okkur. Við erum kastaði frá okkur en þá held ég að það sé bara næsta markmið að gera betur en síðasta sumar sem ég held að við séum búnir að núna en þá bæta bara ennþá meira í til þess að sýna fram á bætingar frá ári til árs til þess að sýna það að bara þá á næsta ári að við förum beinustilega upp þá. Við tókum þá í miklu markaleik í fyrri umferðinni á Selfossi 3-5 og þú varst með 2 mörk á. Já, það var reyndar mjög skrítinn leikur. Við lentum held ég 2-0 undir mjög snemma og við minnkum muninn og síðan einhvern veginn fór bara mjög undarleg atburðarás í gangi í seinni hálfleik þar sem við skoruðum held ég 5 mörk á einhverjum, ég veit ekki, þetta á 10 mínútna korterskafli og ég held að það hefði hvorki Selfyssingur né Þórsari átt að sjá því hvað var að gerast þegar þetta tímabil gekk yfir, sko. Við sem sátum hérna við tölvuna og horfum á beina netútsendingu, maður var eiginlega bara undrændi að maður hafði varla við að telja. Já, það bara einhvern veginn gekk allt upp sem við gerðum. Þannig að þetta var mjög skrítið en skemmtilegt þó. En er það þá ekki uppskriftin sem að menn leggja upp með á morgun að hafa þetta bara skrítið og skemmtilegt og vinna? Allavega að vinna, ég veit ekki hvort við ætlum að hafa skrítið en það verður skemmtilegt og við ætlum okkur að vinna, já. Sumar er ekkert búið þannig að sé, sko, þó að þessi komið að fara með september, sólin skín hérna og það er spá vel á morgun, þannig að það er með gera fyrir fólk að fjölmenna á leikinn og njóta þess að horfa á skemmtilega fótbolta og fá sér hamborgara hérna og drikki fyrir leik. Klálega, ég meina að það er nú þannig að þegar þú styður fótboltalið að þú einhvern veginn hefur tilhneigingu til þess að hverfa á brott þegar illa gengur og þú hefur tilhneigingu til þess að koma á völlinn þegar vel gengur. En fyrir mér þá skipta þessir alvöru stuðningsmenn máli og það eru þeir sem sitja hérna úti þó að sé rigning og greinandi rok og ég veit ekki hvað og klappa fyrir okkur þegar við löpum út eftir að hafa tapað, skilur. Það er það sem skiptir máli, þannig að mér er alveg svo sem sama þó að séu 5 í stúkun á morgun bara svo lengi sem það er góðir menn sem þetta. Alvöru stuðningsmenn snúa náttúrulega aldrei baki við sínu liði hvernig sem gengur. Nei, það er hárrétt en svo... Eittur svona tækifæri sinnar? Já, sófaspíkingar sem að þykjast vita allt, þannig að ég meina bara ef það er gott fólk sem að sækir alvöru stuðningsmenn þá er ég glaður en fjöldinn skiptir mig nú ekki öllu máli. Það er bara þetta góða fólk kringu klúbbinn sem er að sinna okkur og við vonandi að sinna þeim með góðri knattspyrnu sem við höfum fengið mikið hrós fyrir í sumar, þannig að fólk hlýtur nú að geta komið inn í blíðviðrinu og horta okkur spila skemmtilegan fótbolta. Hvetjum alla góða stuðningsmenn til að mæta og hinir mega líka að koma, sko, skilum við bara við fyllum stúkuna gleði og njóta þess að horfa á. Já, það má hver sem er mæta en svo lengi sem að hann sýnir sóma sinn í því að styðja liðið.
sem áfram Þór. Áfram Þór.